Hinn vitiborni maður eða Homo sapiens kom fram fyrir 150 til 200.000 árum. Þeir komu fram í Afríku þar sem að aðstæður voru mjög erfiðar á þessum tíma. Miklir þurrkar og mannkyn í raun í mjög miklum vandræðum var við það að deyja út. Það lifðu þetta af örfáir tugir einstaklinga, einhvers staðar í kringum 5 til 8 konur og einhvers staðar á bilinu 20 til 30 karlar sem að voru hæfari til þess að bjarga sér, uppfinningasamari með betra ímyndunarafl og gátu bara dílaði aðstæðuna betur. Þau lifðu af og mannkyn ber þess merki enn þann dag í dag, því að allt mannkyn í dag eru afkomendur þessara örfá einstaklinga. Hinn vitiborni maður fór síðan dreifði sér frá Afríku til Evrópu, kemur til Evrópu fyrir 30 til 50.000 árum og dreifir sér alla jörðina eða því sem næst. Það sem aðgreinir hinn vitiborna mann frá öðrum tegundum manna sem voru uppi áður er einfaldlega stærri heili, sem þýðir meiri hæfni í samskiptum, meiri færni til þess að búa til flóknari verkfæri og bara meiri hæfni til þess að bjarga sér. Það varð einhver smá breyting á hinum vitiborna manni fyrir svona 30 til 50.000 árum, því þá tölum við hinn vitiborna nútímamann. Það er ekki ný tegund, það er talað hinn vitiborna nútímamann sem er á latínu Homo sapiens sapiens sem undirtegund af hinum vitiborna manni. En ef við færum til dæmis 30.000 ára aftur í tíman, þá er hinn vitiborni nútímamaður kominn fram. Tækjum nýfætt barn, tækjum það með okkur þangað til í dag, myndum ala það upp hérna á Íslandi, að við myndum ekki þekkja þetta barn út úr. Það er alla þá sömu möguleika á að bjarga sér eins og barn hafa á Íslandi í dag. Það er ekkert í þróuninni sem hefur gerst á 30.000 árum. Heilin í okkur er ekkert betri, þannig verri ef eitthvað er út af óhollra lifnaðarhátta hjá okkur í dag. En það er þannig að við myndum geta alið þetta barn upp eins og ekkert væri.